Jæja, góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 130 af sjónvarslausum 50. Við sitjum hér í hljóðverinu í Vonarstræti 12, held ég að sé, skrifstofum Alþingis hinum 9, við köllum þetta Svartakassan, en hérna erum við komnir og ætlum að fara yfir það sem er í gangi núna við þingsetningu, en ég ætla að lefa mér svona að byrja á því að minnast gamals yfirmanns og læriföðurs Sturlu Böðvarssonar. Það voru minningarorð hann við upphaf þingfundar, hann féll frá aðfarnótt sunnudagsins áttræður eftir erfiða baráttu við krabbamein. Já. Blessus í minning hans, þetta mikill öðlingur og svona með vinnusömustu mönnum sem ég hef kynst og ég var svo heppinn, ég var aðstoðarmaður hans seinna kjörtímabilið hans í samgönguráðuneytinu. 2003 til 2006 var ég þar hjá honum og það var góður skóli og Sturla skilur eftir sig mjög svona glæsilegan feril í pólitíkin, allt frá því að hann byrjaði sem bæjarstjóri í Stykkishólmi 27 ára og þangað til hann eftir þingferil, ráðherraferil og sem forseti Alþingis tekur svona smá sprett í lokin og tekur kjörtímabil sem bæjarstjóri í Stykkishólmi. Já. Þarna eftir að þingferlinum lauk. Þá held ég að hann hafi verið leiður á því að setjast í Helgastein eða hægja á sér. Já. Akkurat. Átti sæti á 28 þingum. Já. Og fram áðan. Já. Annars vegar sem varamaður og svo sem aðalmaður. Akkurat. Og ég náði nú að kynnast honum ágætlega. Hann var auðvitað forseti þingsins á þessum miklu umrótstímum kringum bankahrunið þegar maður kom inn í pólitíkina, en svo kynntust ég líka taldið í gegnum sameiginlegan áhuga á gömlum húsum og því að vernda menningararfinn og fallega byggð. Þið tveir eru náttúrulega á nokkur svafa í efstu hillu þar í þeim efnum. Stykkishólmur hefur aldrei staðið fyrir sínu í þeim efnum. Já, og ótrúlega skemmtileg gamla byggðin þar. Já. Og hefur líka verið gert öll hús þar gerð upp af svo miklu myndarleik, mynduleik. Þar með talaði af ykkar hálfu fjölskylduna. Já, það er bara, við takast allt út. Við hefum eitt af þessum gömlu húsum og það er mjög notalegt að vera þar. Þannig að þetta en Sturla átti glæsilega feril og mikill vinnuþjarkur og dugnaðarforkur og það sem að má heldur ekki gleyma það er svona einhvern veginn oft tala með neikvæðum hætti þegar stjórnmálamenn svona gæta að sínu umhverfi. Það sem umbjóðendurnir búa. Sturla gerði það mjög svona vel, þótti mér alltaf að passa upp á heimasvæðið og kjördæmið og láta gott af sér leiða þar. Svo svona það eru sumir sem að kenna þetta við kjördæmapot, en auðvitað er þetta bara eitt af megin hlutverkum okkar þingmanna. Fyrir utan þetta að gæta þjóðarhag, þá ertu fulltrúi þín svæðis og það var eitthvað sem Sturla Böðvarsson áttaði sig mjög vel á og gerði vel. Og vill svo vel til að ef passaður upp á eitt svæði þá gagnast það landinu öllu. Það er nú málið. Þannig að þetta er bara mér langaði að byrja á svona nokkrum orðum Sturlu vin minn og segja bara blessuð sé minning hans og óska öllum ættingjum, Hallgerði og börnunum votta þeim samúð mína. Við gerum það, sannarlega. Heyrðu, en þá skulum við okkur yfir í atið hér við Austurvöll sem Sturla þekkti nú svo vel. Það verður fyrsti þingfundur var í dag. Við erum að taka upp á síðdegis á miðvikudegi. Það var bætt inn 2 þingfundadögum miðað við upphaflegu starfsáætlunina í þessari viku. Þetta áttu bara að vera nefndadagar. En ég held að Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis og vafalaust einhverjir ráðherranna hafa áttað sig á því að sumar nefndanna voru eiginlega látnar tómar. Það var lítið að málum, stjórnarmálum inn í þeim og þrátt fyrir að fá mál hafi gengið undan ríkisstjórninni á haustinginu, þá voru bara svo fá mál sem var búið að mæla fyrir. Já, þeir eru bónusdagarnir til þess að nefndirnar hafa einhvað annað að gera en að ræða mál frá stjórnarandstöðinni. Ég held að það sé ástæðan og þetta er einhvern veginn, þetta er aldrei skrítið að því að þau náttúrulega sigldu öllu upp á sker þarna síðasta sumar þegar þing er rofið með 71. grein breytt í veiðigjaldamálinu.
En þá hélt ég að ríkisstjórnin myndi vanda sig betur og þau gerðu mikið úr því að þau höfðu nú átt að sjá umfangi málaskrár og þar til göttunum og fyrir algjöra tilviljun var á málaskrá haustsins 157 mál á 157. þingi. Það hefur þótt sniðugt en ég er reyndar ekki búin að sjá, ertu búin að sjá nýju málaskrána? Átt að birta hana öðru hvoru með í hádegið. Þannig að það er sannlega ennþá verið að svona fínisera hvernig hún lítur út. En þannig að ég reknaði nú frekar með því að þetta yrði svona meiri agi á vinnubrögðum verkstjórnarinnar núna við upp að þessa þings. En það var aldeilis ekki og venju fyrir með fámál sem kláruðust á haustinginu og síðan í ofanlag svona fámál inn í nefndum sem að þýðir auðvitað bara það að nú verður mælt fyrir þeim næstu dagana, í dag og morgun og válist eitthvað í næstu viku og þá tekum við umsagnarfrestur og þarf til göttunum þannig að þetta verður svona í dálitlum hægagangi, myndi ég halda nefndastörfin allavega svona fram í febrúar. Já, þarna birtist svo tilhneiging þeirra að vera alltaf að óska sér að hlutinir breytist en gera ekkert í því. Er það að tala um fjármálaráðherra? Nú er ég tengin í fjármálaráðherran. Já, þetta voru stór undarleg viðbrögð hjá Daða Má í fyrirspurnatímanum áðan við fyrirspurninni. Já, en kannski ekki alveg úr stíl við það sem hefur heyrt frá honum áður. Hann er alltaf áhorfandinn, það sem er að fylgjast vel með. Já, en það er ekki hlutverk hans í dag. Það er ekki hlutverk hans í dag, nú er hlutverk hans að bregðast við. Og er ekki í rauninni, það er búið margbendunum á þetta, þannig að það er búið svona með góðu að reyna að útskýra fyrir Daða Má að hvað svona til hans friðar heyri. En það var ekki að heyra á viðbrögðum hans við fyrirspurninni að hann áttaði sig á því. Nei, honum kannski líður betur í gamla hlutverkinu að geta sagt mönnum til syndana og þeir þurfu nú að fara að breyta hinn eða þessu. En þegar hann kemst í stöðu til þess að ráða því sjálfur og marka stefnuna, þá virðist hann fastur í áhorfanda hlutverkinu. Já, þetta er mjög skrítið og einhvern veginn sko bara með allt sem að dynur á núna, áhrifin af samþykktum lagabreytingum ríkisstjórnarinnar á síðasta þingi, síðan það sem bætti í núna undir lok desember með brjálæðislega hækkun skatta og gjalda á akstur og ökutæki, áhrif þeirra breytinga á vísitölu neysluverðs sem að ætli það sé ekki að senda reikning á heimili landsins sem er með verðtryggð lán upp á 12-14 milljarða, bara sú breyting. Ja, ég held sem meira. Ég sángst þar að. Ég sá að Vili Birgis held ég hafi skotið á 20. Já. Og ég var eitthvað að reyna að krafsa mig í gegnum þetta í gærkvöldi og þetta er allavega aldrei minn en 12-14 en kannski Vili næri svo, hann er búin að leggjast yfir þessar tölur en þetta er auðvitað ótrúlega afleitt áhrif að umfangi þegar höfum það í huga þetta var spurt og bent á að áhrifin yrðu miklu meiri heldur en áhrifamat frumvarpana gerði ráð fyrir og þetta er nú eitt sem er algjörlega óþolandi hvað áhrifamat frumvarpa er lélegt hvað það er lélegt alla jafna og bara illa undir búin fjárlega frumvarpið sjálft var nú dæmum þetta og bandormurinn bandormarnir núna bandormarnir, þeir eru nefnilega fleiri en einn það er allavega ekki gerst síðan ég kom hingað inn kannski eitthvað á fyrri stigum en ég man ekki eftir tveimur svona umfangsmiklum bandormum. Nei, og það að vera búin að ákveða að þau þurft að hækka skatta en ekki búin að ákveða eða að komast að því hvernig þau ættu að gera það. Nei. Þegar að vörugjöldin og kílómetragjaldið koma fyrst til umræðu, þá er það ekki tilbúið. Þú veit bara við þurfum pening. Við erum búin að eyða honum í huganum. Já. Og átti eftir útfæra hvernig það yrði. Og svo náttúrulega hefst umræðin í þinginu og þau byrjuðu strax, held ég bara í fyrstu ræðu að saka okkur málþóf. Það var nýtt héraðsmet. Ég held að við höfum ekki verið komin, ég held að við erum í 4. ræðu málið allt, hjá öllum sem að málþófsflaggið kom á loft. Og svo bara hætti að tala. Og við erum að fylgjast með þessu, við munum vakta þetta vel. Og svo bara kemur á daginn að aðvarirnar voru réttar, en viðbrögðin samt engi núna. Nei. Og þetta var, miðað við öll þau rauðu ljós sem blikka núna, þá ég bara hvet ykkur sem hlustið á að líta að kíkja á netið vef Alþingis og skoða svör fjármálaráðherra við fyrirspurn Sigmundar fyrir í dag, því að þetta er auðvitað áhyggjuefni ef að ríkisstjórnin öll
og líka hérna fræðimaðurinn og HÍ sem situr þarna eins og hann segir svo oft ókosinn, í einhverjum hliðarveruleika. Því að það bitnar á endanum mest á heimilum landsins og fyrirtækjum ef að ríkisstjórnin ekki að grípa til þeirra aðgerða sem að sko gæti orðið gagnað. Já, og nú þetta aldeilis farið að hafa áhrif. Það gat hver maður gefið sér hvað áhrif það hefði að hækka vörugjöld svona stórkostlega, hækka gjöld á bifreiðaeigendur eina ferðin enn, hækka öll möguleg gjöld ríkisins. Það myndi leiða til verðbólgu. Og nú kemur þá daginn, en þá haldaðu bara áfram að svara því til að þau stefni að því að þetta hafi ekki þau áhrif sem að eru byrjað að koma fram. Já, svo bara mæta raunheimar alltaf á svæðið. Já. Og það verður til þessi keðjuverkun að nú er verið enn að auka mjög verulega, gríðarlega útgjöld ríkisins án þess að það stuðli að hagvexti og verðmætasköpun. Já. Og það er verið að hækka skatta. Með öðrum orðum það er verið að auka verðbólgu, hækka vexti sem þýðir minni verðmætasköpun, minni tekjur til ríkisins og hvað munuðu gera þá? Spírallinn fer á stað. Já. Niður hérna niður á við. Já, þetta er sko og við sáum svona annars vegar sko skilningsleysið og hins vegar skeytingarleysið gagnvart áhrifum svona breytinga. Já. Fyrst í veiðigjöldunum og síðan í vörugjalda og skattabreitingunum og akstur og ökutæki og ég held að næst sé væntanlega bara orkuframleiðslan og svo koma bændurnir í framhaldinu og það er nú einmitt bara á eftir verið að fara að mæla enn einu sinni fyrir breyting á búvörulögum. Sem að hérna ég er nú hræddur að væri betur heimasettið með þessa breytingu sem að nú er lögð til og síðan þetta búið samninga framundan og allt sem því fylgir þannig að bara allt samfélag eru heimili og fyrirtæki að finna sér þeirri stöðu að þurfa að fara í vörn. Í staðinn fyrir og sérstaklega mikilvægt að þetta fyrirtækin geti verið í sókn bara til að auka verðmætasköpun og þar til götunum í samfélaginu. En á sama tíma bara er megin aðalreglan sem að ríkisstjórnin horfi til er þarna skattatjakkurinn, stöðugleikareglan, sem að þegar þú eyða pening, þá beinlínis eru þau búin að finna leið til að skylda sjálfa sig til að hækka skatta. Og það var vafalaust markmið. Þegar að menn eyða mjög miklum peningum. Já, ég meina 143.000 milljóna útgjaldaaukninga á milli ára. Það er sko... Ég gerði nú oft mikið grínað síðustu ríkisstjórn og skömmuðumst yfir henni þegar hún sló hvert metið af öðru í vexti ríkisútgjalda. Svo mætir þessi, segist alltaf að gera hlutin öðruvísi. Nei, enn eitt metið slegið. Já. Og það var annars sem við skömmuðum fyrir ríkisstjórn iðulega fyrir. Það var hérna sýndarsamráðið sem að okkur þótti nú hérna ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna oft sérhæfa sig í. En þessi ríkisstjórn er enn hérna meira í þeirri nálgun að vera með sýndarsamráð heldur en svo fyrir. Það er svona, maður hugsa bara engin veit hvað áttuður fyrir en mistefur. Og nú er það meiri segja þannig að það er farið að skrifa það inn í frumvörp en til skiptis þá er sko mikilvægt að tala ekki við nokkurn mann fyrir en að málið sett í samráðsgáttina svo allir hafi jafn tækifæri til að koma að samráði og þá eru svona augljósir hagsmunaaðilar sem eru út undan og þetta á nú við í búvörulögunum sem verða rætt hér á eftir og síðan í hina röndina þá er sko mál ekki sett í samráðsgátt eins og samgönguáætlun sem er framundan og ráðherrann í hérna fæðingarorlofinu sínu og bara vona hinu nýfædda barni heilsist vel en ráðherrann segir bara ég stundaði mitt samráð áður en ég hérna lagði samgönguáætlunina fram og menn bara hvenær var það og hérna ég hélt 4 fundi og ég hitti hérna einn mann traustan mann úr Danalandi sem hafði setið eitt þessara funda og sagði það var ekkert sem geti kallað samráð á þessum fundum. Þannig að þetta það er bara sett nýtt héraðsmet í sýndarsamráði. En ég sé að Framsóknarflokkurinn virðist hafa lært af þessu helt blaðamannafund og bað samráð allra flokka til að leysa úr stöðu barnamála sem að sá flokkur hafi farið með. Þannig að það er til fyrir skömmu. Býtum við, nú eru við, Inga Sæland er 4. barnamálaráðherrann á 13 mánuðum frá og með síðasta ríkisráðsfundi, en Framsókn var búin að vera með þetta í 5 ár
Og er afstæða Framsóknar svo að fundum upp þetta heiti fyrir... Já, alveg rétt, en er Framsókn þeirra skoðunar sem sagt að það sé neyðar ástand í þessum málaflokki eftir að hafa haldið á honum í 5 ár? Já, og kalla nú eftir þver pólitísku samráði hvernig ég leysa það. Já. Þannig að þú ert að fara í nefndina hjá Framsóknarflokknum hvernig ég leysa barnamálin. Þú ert hann. Þetta nú höfum við svo miklu fleirum til að dreifa, þetta deilist á okkur 8 en ekki 2, ekki 2 þingmenn á síðasta kjörtímabili, þannig að þetta verður létt, bara áhugavert, en ég reyndar, ég gagnrýndi það nú töluvert á síðasta kjörtímabili, þessi linnulausa sókn ráðherrann í að fá þingmenn annarra flokka til að vinna verkefnin fyrir sig. Já. Ég nú þeirra eyða tíma þeirra og geta sagt eyða tíma og gera menn svona samseka, já. Það er erfiðar að gagnrýna þetta eins og á kjörtímabilinu 2017-2021 þegar miðhálendis þjóðgarðurinn var allt litgjandi sko. Ég sagði mér nú úr þeim stýrihópi áður en að þá varst þú leiðinlegur. Þá var ég leiðinlegur, erfiður og fundi mér allt til foráttu en þetta var auðvitað bara til þess að ætla að múlbinda flokkana sem höfðu komið að þeirri vinnu. Já. Því að þar var einmitt sýndarsamráðið alveg hreint alla leiði. Þannig að þetta er svona taktur sem að mér hefur ekki þótt í bóta. Auðvitað er sjálfsagt að þegar mál eru þannig vaxin að skynsamlegt að tosa flokkana saman í samtal en það á ekki alltaf við en það var til dæmis eitt slíkt mál á síðasta þingi sem að voru mikil áform samstarf og samtalum en svo bara var ekki boðað til eins einasta fundar. Ég held að mér hafi verið úthlutað því verkefni að setjast í vinnuhóp allra flokka sem sneri að innviðafélagi. Já, það var þá sennilega bara til þess að reyna að lempa gagnrýnina. Þá verðum við að nefna eitt sem að ég hef eiginlega gleymt að gagnrýna eftir að ég datt úr leik þarna í desember með bakbrasið að það er þessi furðu yfirlýsingar að samgönguáætlun sé núna fullfjármögnuð. Já. Þetta er fullkomin della. Það tengist. Bara maður getur eiginlega ekki byrjað þátt að minnast Sturlu Böðvarssonar fyrrverandi samgönguráðherra og sem að hafði nú forgöngu þessa nálgun sem að samgönguáætlun hvílir á. En þetta er algjör della og miskilningur og það er rauninni bara fals. Það sem raunverulega gert er að taka stóru verkefnin út úr samgönguáætlun. Þá getur hún náttúrulega bara grafið göng endan á milli, landshornan á milli án þess að það hafi neinn raunverulega kostnaði för með sér eins og samgönguáætlunin sett fram. Þú bara setur þetta inn í eitthvað innviðafélag sem að verður væntanlega dálítið svipað og betri samgöngur OHF sem núna allt í einu eru búið að kæra, Háskólinn í Reykjavík búið að kæra fyrir það að hafa ekki það var loka held ég 300 bílastæðum við Háskólinn í Reykjavík og það var ekki haft fyrir því að nefna því orði við þá og ekkert samráðið að neitt. Þetta er náttúrulega alls er að brjálaði þessi áform sem tengjast borgarlínunni og þéttingu byggðar og útrýmingu bílastæða. Já. En málið með þessa fjármögnuðu samgönguáætlun, ég velti ekki fyrir mér þegar ég horfði á blaðamannafundin, því að þau fóru yfir þetta þar og hvað þau ættu við með þessu. Trúaðu þessu sjálf? Ég held það. Já, annarkvort er það eða þau ímynda sér að sé hægt að plata fólk með þessu. En eins og útskýrt var á fundinum, þá snýst þetta að stofna félag til hliðar við ríkissjóð, þannig að eins og forsætisráðherrann útskýrði, það kom ekki fram á bókum ríkissjóðs útgjöldin og svo á þetta félag að hafa hinar ýmsu tekjur en það er ekki búið að finna út í hvernig það á að vera. Þetta er kallað full fjármögnuð samgönguáætlun. Svo bara koma nýjir skattar og gjöld í tengslum við notendagjöldin eða skuggagjöld úr ríkissjóði og þarfandi göttunum og þá tjakkast aftur upp skattheimtan. Þetta er vítisvél og ekkert annað. Það ætla að setja mikla peninga í að útskýra hvað kílómetragjöldin séu frábæri. Bara eins og þarf ímyndaði mér að sé nálgunin hjá þeim. Það er engin, ég held að þetta sé bara, þeir séu að nota sömu nálgun og þegar Dagur B. Eggertsson sem borgarstjóri var syngt og heilagt að gefa út rándýr blöð
og dreif í öll hús á höfuðborgarsvæðinu til þess að útskýra hvað væri mikið að gangi í fasteignaverkefnum og uppbyggingu, sem var náttúrulega meira en alltaf einhverjum rándýrum þéttingareitum sem nú standa auðir. En Kristrún hagfræðingur og hún skilur alveg að samgönguáætlun ekki fjármögnuð, full fjármögnuð eins og hún og samgönguráðherra og fjármálaráðherra halda fram. Ég trúi því ekki. Þetta samt ekki vanmetað hvað við lifa mikið í eigin heimi. Hliðarveruleikinn. Já, sjáum það bara eins og hjá fjármálaráðherranum hérna áðan. Já. Það virðist vera lítil takmörk fyrir því hvað þau eru föst í eigin veröld. En getur verið þetta sé að hluta til vegna þess, nú var auðvitað gert aldrei grína því undir núna í desember að á þessum hinga til hafi Viðreisn í raun ekki komið neinu í gegn nema skattahækkunarmálum. Málin hennar Þorbjargar Sigríðar dómsmálaráðherra höfðu svona gengið hægar í gegnum þingið heldur en að menn höfðu væntingar en öll skattahækkunarmálin höfðu verið keyrð í gegn. Veiðigjöldin, kílómetragjaldið, vörugjöldin á bifreiðarnar og bara þessi 30 milljarðar sem bættust við núna í desember og þetta allt saman. Og Viðreisn situr uppi bara með skattahækkunarmál. Getur það verið að þetta sé að hluta til mál Samfylkingarinnar sem að Viðreisn hefur fengið einhvern veginn í fangið að klára og þetta sé einhvern veginn skýringin á því að minnstakosti Daði Már bara einhvern veginn horfir ekki á þetta réttum augum. Hann bara lítur á þetta sem einhvern svona afgreiðsluverkefni hjá sér að klára þessi mál en horfir ekki á heildarmyndina. Því að við sjáum, ég hef nú gagnrýnt viðbrögð Daða Más til að mynda þegar bæði Play féll, þegar rekstrarhöggtið alvarlega varð á Grundartanga sem stendur enn. Í bæði skiptin voru viðbrögð fjármálaráðherra þau sömu. Að segja, þetta skipti nú ekki miklu máli, þetta eru smámunir í heildarmyndinni. En afleiddu áhrifin, það er alltaf litið fram hjá þeim. Til dæmis ef við horfum bara á Grundartanga, þá allt í einu, og við horfum hérna yfir á Ráðhúsið, þar var allt í einu arðgreiðslu geta orkuveitunar, orðin verulega takmörkuð, miðað við það sem fjárþyrstur borgarsjóður þurfti á að halda. Og borgin búin að venja sig á að sjúga peninga úr fyrirtækjum sínum, halda þessu gangandi. Þannig að þetta hefur svona afleidd áhrif út allt kerfið. Þannig en einhvern veginn, það virðist vanta einhverja svona raunheimatengingu og ég hef nú svona gert grín að því að þau séu föst í einhverjum hliðarveruleika. Því að svörin eru svo oft alveg út úr kú. Bara maður situr bara oft og hlustar á til þeim svör í fyrirspurnatímum og svona grunar að það sé einhver svona satíra í gangi, kaldhæðni. En svo fara að renna mann 2 grímur. Það er bara eins og það vant einhverja tengingu. Það er eins og þegar stjórnin var stofnuð sett af stað þá hafa verið fengin dáleiðari á fyrsta fundin. Útskýrar. Þetta er allt frábært hjá okkur. Þetta er allt frábært hjá okkur. Já, en núna bara þegar efnahagslífið svona þarf á því að halda stjórnvöld þvælist ekki fyrir, þá er þetta orðið alvarlegt að menn nálgist hluti með þessum hætti. Akkurat. Þannig að þetta er svona en síðan er auðvitað við sjáum fram á þessa miklu áhrif á vísitölu neysluverðs og þar með verðtryggð lán vegna gjaldahækkana, vörugjaldanna og kílómetragjaldsins og þeirra hækkana allra núna í desember. En síðan eru við verðum aðeins að nefna útlendingamálin. Þar hefur gengið hægt og nú stefnir í að þetta mál sem að snýr að brottvísun eða afturköllun verndar sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gerði mikil leikrit úr þarna á lokadegi þingsins í desember að stjórnarandstaðan væri að þvælast fyrir samþykkt á. Það er aftasta mál á dagskráin eins og dagskráin lítur út núna á þingfundi á morgun sem er 5. Það bendir ekki til mikils áhuga á að koma málun í gegn. Að vera með, ég man ekki hvað eru mörg mál á undan sem munu vafalaust bara klára daginn en staðreyndin er svo að áður en þau byrjuðu að garga þetta að stjórnarandstaðan og sérstaklega miðflokkurinn væri að þvælast fyrir þessu máli þá var það þannig að málið var afgreitt út úr nefnd 5. desember og aldrei sett á dagskrá. Það var nú allur áhugi stjórnarliða á því að klára málið um að afturkalla vernd þeirra sem að brjóta af sér, að málið var ekki sett á dagskrá.
Já, og nú komaðu með það, aftast á dagskrá, Aftast á dagskrá. eftir að hafa þóst langa svo rosalega til þess að Já, já. að undir lokin. Allt einhver sýndamerska. Það er eins og að halda að þetta sé eitthvað nammi fyrir okkur, einhver desert, og ef við borðum brokkoli á okkar, Já, þá fáum við að tala um þetta. einmitt. En þetta er náttúrulega ekkert sérlega stórt mál sko í heldur samingi hlutana. Nei. Þýðir bara að það verði hægt að brottvísa mönnum ef að þeir ganga af göflunum hérna ítrekað og eru handteknir og dæmdi fyrir það. Já. Þetta kemur ekki veg fyrir þann vanda sem að samfélagi stendur frammi fyrir út á stjórnleysinni í þessum málaflokki. Nei. Og talandi um það birti, ég rak augunni frétt í vikunni það var á Ríkisútvars eða RÚV.is, óvíst hvort umsóknum vernd frá Venesúela fækki eða fjölgi. Það er þá væntanlega út af þeim væringum sem þar eru. Ég held að Venesúela búar þessir 8 milljónir sem að flúið hafa landið séu fagnandi enn á götum úti yfir því að Maduro sé horfinn af vettvangi þó Sjáum lítið að í vestrænum lítið að því eiginströms fjölmiðlum. og sama með stöðuna í Íran sko. Það er bara ef við berum það saman við fréttaflutningin frá Gaza þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlegt að sjá samanburðin. Í 3 ár byrjaði nánast hver einasti fréttatími á RÚV annarkvort fyrsta eða önnur frétt Já. á nýjustu tíðindum frá Hamas. Já. En það var bara eins og menn væri að fela það sem var að gerast í Íran vikum saman. Já. Það er loksins komið þessi frétti núna því það er bara ekki hægt Það er ekki hægt. Segja frá því. En já, það er skrítið hvernig þessu er misskipt. En þetta við þurfum eiginlega að taka svona sérstaka yfirferð tölurnar núna þegar þær liggja fyrir gagnvart 2025, hvað umsóknir vernd og flutning hingað til lands varðar. Því að það er einhver svona, þú lýst þessum sem hraðablindu, en það er einhver svona furðuleg svona tilfinning margara þarna úti að því að þetta sé ekki 4.000-5.000 á ári, þá sé bara mjög gott að þetta sé ekki nema 1900. Sem er samt alveg brjálæðislegt tala. Sem er brjálæðislegt tala. Og bætist ofan það sem að komið var. Já, þetta er eins og þú sést hlekkjar við gólfið og vatnið fyrir hækkandi og er komið upp að höku. Já. Og svo er það komið upp að nösum og þú segir, þetta er nú ekki svo slæmt. Þetta er bara því að nokkrir það er lítrar. ekki risins hratt. Nei, akkurat. Síðustu mínúturnar eins og þar áður. Já. Þetta er alveg furðulegt og manni finnst svo víða að einhvern veginn, og það er líka þeir sem voru í fyrri ríkisstjórn sem einhvern veginn tíma voru að tala á þeim nótum, þetta gekk nú allt rosalega vel hjá okkur. Sjáuði fækkunin í umsóknum. Bara staðreyndin er svo að hér eru við þjóð sem tók á móti hvaða meðaltali 23-24 ári áratuga skeið, allt í einu með 1900 sem er óðbóðslegur fjöldi í okkar litla landi. Alveg crazy bara. Og mönnum er bara voða létt. Það bætist við ástandir eins og það er orðið. Já, akkurat. Þannig að við þurfum eiginlega að taka alveg bara svona þátt undir þetta, bara svona aðeins að ná almenn utan um þetta og ég var nú að ganga frá fyrirspurn sem snýr að fjölskyldusameiningum sem að ég rekna með að fara inn í kerfið öðru hvoru með helgina. En bara við þurfum að líka vera að halda áfram að tósa út upplýsingar. Það er nefnilega málið. Þeir sem eru komnir, þeir hafa margveldis áhrif með þessu mjög svo frjálslega fyrirkomulagi fjölskyldusameiningum sem að hefur verið hér á Íslandi. Já. Hvað er ekki 21 eða 23 sem hafa sameinast með einum einstaklingi? Einmitt. Þannig að þetta gerist gríðarlega hratt og þetta sérstaklega í svona litlu samfélagi. Já. En Kristrún, ég veit ekki hvort ég vil nú reynda að trúa því að hún sé einhvað aðeins að átta sig á stöðunni og hafa smá ágjur af þessu og hafði orð á því að það var nú kannski hægt að ná saman við Miðflokkinn, jafnvel í þessum málum, þá trilltist gamla samfylkingin. Já. Við eigum ekki bara að segja að Dagur Bjeggesson hafi trillst. Jú. Hann er að flækja þetta. Hann og bróður hans. Gauti bróður hans hefði aldrei skrifað þennan meter
sem að skrifaði hérna, það var mjög fyndið, hann byrjaði hérna þessa langlóku að segja ég er orðlaus og svo kom bara heill metir af texta og hérna og fann Kristrúnu allt í foráttu en auðvitað Kristrún bara blasir við henni það sem Mette kollegi hennar er búin að fatta fyrir nokkrum mánuðum síðan að stefna Miðflokksins er nú hérna nokkuð nær lagi en það sem við haftum verið hérna heima. En þetta eru... En við ætlum endilega að taka sérstakann þátt um þetta því það þarf að gera sér grein fyrir heildarmyndin í þessu. Já. Og ég þoli ekki þegar stjórnmálamenn eins og hefur nú gerst ítrekkandaförnu fara að reyna að telja fólki trúum að þetta sé ekki til þess að hafa áhyggjur af því að þetta hafi heldur minkað. Breytingi var aðalega vegna þess að úrskurðarnefnd útlendingamál svona leiðrétti fyrir mistök. Endurskilgreindi Venezuela. Já. Og svo núna, eins og þú nefndir, þá heyrum við því að já, þó að harðstjórinn sé farin frá þarna, þá vitum við ekkert hvort að það muni þýða fleiri eða færri. Nei. Þetta er einhvern veginn orðið þannig að Ísland þarf að taka við fólki hvaðan af að úr heiminum. Hvaðan af að? Nágrannalöndin ekki. Þá kom til Íslands það sem einhvers staðar er tekist á, hvort sem verður ofan á. Í Sýrlandi þar loksins tókst að hrekja Assad í burtu og þá vilja sumir meina að þar með talið Þjóðverjar stjórnvöld í Þýskalandi að nú fara að verða óvætt fyrir fólk sem að flúði hann að snúa tilbaka. Óðbóðslegu fjöldi sem kom þangað. Ég var nú mikið út í Berlín þarna 2015-16. En þá segja aðrir, hvað með stuðningsmenn Assads? Nú þurfa þeir að koma. Já. Þetta er fyrirkomulag sem að getur ekki gengið upp. Nei. Og gengur í rauninni gegn hugsuninni með flóttamanna sáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 51. En við ræðum það í sérstökum þætti. Já, gerum það. Heyrðu, en síðan hérna eitt úr allt annar átt, svona en af sama meiði og hérna við höfum nú oft gagnrýnt og sérstaklega þú, á þeim nótum að við séum ekki að mennta iðnaðarmenn í því þann fjölda sem bæði sækist eftir námi og við þurfum. En þetta er víðar. Það kom hérna neyðaróp frá heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands. Fjárlögin kom í veg fyrir fjölgun nemenda. Svo eru menn hissa á að það sé hérna skortur á hæfu starfsfólki í þeirri stétt og þurfa að flytja inn. Já, svo erum við bara sagt, byrju, hvað, þér er það gagnrýna innflytjendamálinu? Viljið þið ekki að við getum rekið hérna heilbrigðiskerfi, getum byggt hús? Jú, við viljum það, en einhvern veginn var það nú hægt hérna það til fyrir skemmstu að gera það með heimamönnum. Já, skamlaust. Já, og mitt, ekki síður heldur en núna. En þarna sjáum við ástæðuna birtast og mér finnst í rauninni bara stór undarlegt, það er nú svo margt undarlegt hjá þessu nýja vinstri, en það að telja það frekar kost að taka það fólk sem að miklu fátækari lönd eru með ernum tilkostnaði búin að mennta eins og á heilbrigðissviðinu og þurfa á að halda, ekki síður en við. En það sé á einhvern hátt göfúra að taka það fólk frá þessum löndum og flytja hingað heldur en að mennta okkar eigið heilbrigðisstarfsfólk og gera sem þarf til þess að við höfum þær starfsstéttir sem þarf til að viðhalda sjálfbæru samfélagi. Ætli þessi ennþá verið að útskrifa kynjafræðinga úr háskólanum? Já, það er viðbúið. Þetta er allt svona. Það er engin heildarmynd, engin heildarsýn. Og rangar ákvarðanir teknar aftur og aftur og aftur. Og afleiðingarnar verða alltaf verri og verri og dýrar og erfiðir að bregðast við þeim. En samt halda menn sig bara í viðbröðunum. Þeir eru alltaf reaktífir, ekki próaktífir. Gera ekki það sem þarf til þess að forðast vandan. Heldur reyna viðhaldunum. Og hérna, en í þessari frétt, ég tók nú sérstaklega eftir niðurlagi fréttarinnar. Ég prentaði þetta nú bara út, það er búið nefnilega í tengslu við Háskóla Íslands, það er búið svona af og til hefur verið fjallað að menn sé að misnota það að koma hingað á námsmannaleyfi og sækja síðan vernd í framhaldinu.
og þetta ótrúleg vídeo sem að maður hefur fengið send af einhverjum abaköttum að auglýsa hér ókeypis hér bil aðgang að háskólanum og þarna sé hægt að hérna lifa fínu lífi í boði skattgreiðenda á Íslandi. En í niðurlagi fréttarinnar þá er búið að segja hérna, þetta er það sem við erum að fjalla Venezuela og það líki ekki fyrir hvort að fjölgið að fækki. En þá segir hér áfram, við merkjum alveg aukningu frá öðrum löndum, þá helst frá Palestínu, Úganda og Kína. Úganda er helst, það eru einstaklingar sem koma sem námsmenn sem að sækja síðan alþjóðlega vernd. Sko, þetta kemur mér því miður eftir vídeóin sem maður hafði fengið sendi gegnum síðasta ár. Þá kemur þetta nú ekki alveg á óvart. Ég þekki ekki fjöldan sem er þarna undir, en það var í öllu falli sko, það mikið umfangað að meiri segja ríkisstjórnin sem bregst nú helst ekki við neinu. Sá ástæði til þess að bregðast við reglum varða. Eða var það kannski háskólinn sjálf? Nei, það var dómsmálaráðherra. Það var dómsmálaráðherra, alveg rétt. Sem að lýsti áhyggjum af þessu. Já. Og gerðist samhliða því að hún birti skýrslu stöðu þessara mála sem var býsna upplýsandi. Og þá einmitt, eins og sjáum á hérna á fyrirsögn eldri fréttar sem fylgir þessu, þá koma sérfræðingarnir eða aðrir úr kerfinu og segja hlutaborðið þessa fyrirsögn hérna, kannast ekki við fullyrðingu ráðherra að erlendir nemendur svindla á kerfinu. Og þá er það bara afgreitt. Þá er einhver sérfræðingur búinn að koma og segja nei, þetta er nú ekki svona. En raunveruleikin er samt. Það er enginn búinn að hringi þennan sérfræðing sem að ég þekki nú ekki á þessari mynd. Það er aldrei að standa. Á hverju tekur RÚV sig ekki til og hringir í kappan og býður honum í settið og segir bara, heyrðu, hér eru raunheimar, raunveruleikin. Hvað varstu bara að afvegleiða þjóðina með þessari þvælu á sínum tíma? Ef þú ert sérfræðingur, talum hjá RÚV, á sviði stjórnmála, efnahagsmála eða nefndu það, þá ertu kallaður til þeim en oftar sem þú hefur oftar rangt fyrir þér. Ertu að tala Ólaf Þ. Harðarson? Ég geti nefnt fleiri, ég geti nefnt ýmsa, en það vilist ekki vera krafa fyrir helstu sérfræðinga að hafa track record. Nei, svo það kallaði. Það virðist jafnvel vera hérna. Það rétt fyrir sér. Nei, það virðist jafnvel vera sko betra að hafa sem sjaldnast rétt fyrir sér. Þetta er svo oft bara spurningum það að koma ákveðnum sjónarmiðum eða ákveðnum ímynduðum veruleika til skila frekar en hinum raunverulega veruleika. Herru, svo verðum við aðeins að taka smá snúning á þessum núningi sem blasir við milli Samfylkingar og Viðreisnar. Já. Það er, mér fannst þetta svona, þó að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir segði þetta ekki með berum orðum í áramóta ávarpi sínu eða í áramóta pislinum í Morgunblaðinu, þá fannst mér blasa við að skilaboðum væru fyrst og fremst til Viðreisnar að hægja nú á Evrópuhraðlistinni. Þetta væri ekki verkefni sem mætti taka orku þegar efnahagsmálin væru í þeirri stöðu sem nú er. Ja, það ber náttúrulega vott skynsemi af hálfu þeirra innan Samfylkingarinnar sem er að reyna að hafa einhvern heimil á Viðreisn í þessu. Því að það er við nóg að fást. Eins og Kristrún hefur nú reynda bara sagt sjálf. Sko, næg verkefni hérna. Já. Og við förum ekki í þetta Evrópubyggs fyrir að við erum búin að ná tökum að því. Bara skynsamlega nálgun hjá forsætisráðherra. En þá kemur inn í þessi klofningur í Samfylkingunni og þeir bræður og borgarstjórnarkosningar og allt þetta. Já. Og þessi hlemmur í heimildinni, heil blaðsíða af nöfnum stuðningsmanna Jóhönnu Sigurðardóttur sem mættu þarna til að styðja borgarstjórann. En sko viðbrögð Viðreisnar og Þorgerðar Katrínar við þessum skilaboðum í áramótagreinunum og ávarpinu voru bara að bæta í, bara að keyra lestina hraðar. Og sko, ég hef nú þá kenningu að það sé ástæða þessa viðtals í heimildinni, þar sem hún lýsi því yfir Kristrún Frostadóttir að það sé hægt að ná saman með okkur í útlendingamálum. Annars vera því hún náttúrulega sér að þetta er það sem þarf að gera, bara eftir að hafa spjallað við Mette vinkonu sína og bara hort á tölur og bara skynja raunheima. En einhvern veginn, ég held að þetta séu fyrst og fremst skilaboð til Viðreisnar, bara hafið ykkur hæg. Þetta er ekki það sem við þurfum að eyða tíma og orku í núna á næstunni. Akkurat.
En svona, ef við sko hugsum aðeins áfram þennan núning Samfylkingar og Viðreisnar, sko, þetta ekki núna framkvæmir Inga Sæland þessa uppstokkun á ráðherraliði Flokks fólksins og ég myndi einhvern veginn, ég geti alveg trúa því þó að Inga sé búin að stuða annað kennara með fyrsta viðtalinu sínu, þá var það svo sem viðbúið, en ég hef ekki náð að horfa á þannig ég veit ekki ákvörðat hvað orsakaði það, en sko verður þá ekki í rauninni enn og meiri tilhneiging milli Samfylkingar og Viðreisnar að pirra sig hvor flokkurinn á hinum, svona með það í huga að sko nú Samfylkingin að fara með himinskautum í könnunum, en Viðreisn að gefa eftir og stefnir kannski Viðreisn komin í sama takt og Flokkur fólksins búin að vera í gegnum þetta fyrsta ár. Já, og Samfylking og Viðreisn get ekki lengur samanast að hafa ágjur af Flokki fólksins. Nei, það nefnilega hafa ágjur hver af öðrum. Það getur orðið sjálfstætt vandamál. Já. Og maður fékk nú stundum á tilfinninguna að sko það væri ekki endilega alltaf erfiða samstarfið milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna í gömlu vinstristjórninni. Þannig að ég get alveg trúað að þessi svona, og það nú eins og stundum sagt sko, því fleiri myndir af þeim valkyrjónum að faðmast, því snúnara ástandið. Þetta bara eins og þegar fræg pör birta myndir í gríð og erga sér í faðmlögum og kort áður en að skilnaðurinn tilkynntur. Já, þetta lítur svolítið þannig út. Þannig að það svona, ég held að þetta vorþing gæti orðið áhugavert í þessu samhengi sem mun síðan aftur stilla upp fyrir mjög erfitt haustþing. Ég hef nú sagt, held ég alveg frá byrjun að frá því þessi ríkisstjórn var skrúið saman að sko fjárlög númer 2 yrði erfiðasti tímapunkturinn fyrir ríkisstjórnina ef hún ætlaði að skrölta saman í gegnum kjörtímabilið. Þau fengu fyrsta árið dálítið ókeypis út af fjárlögunum sem voru samþykkt fyrir kosningar, síðan kláruðu þau sín eigin fjárlög núna í desember og auðvitað kemst ríkisstjórnin gegnum sín fyrstu fjárlög með því að setja kíkinn fyrir blindaugað bara eins og oft og þarf. En svo með efnahagsástandið eins og það lítur út núna og bara hinnar ýmsu áskoranir, sumar heimatilbúnar, þá verður vinnan við fjárlagagerð sem fer af stað núna eftir sveitarstjórnarkosningar, hún verður snúin og svo bara verður þetta ekki geymt lengur en til annars þriðjudags í september að sýna á spilin og þá verður býsna margt búið að ganga á í hrætturum. Já, vissulega. En af því hún nefndir Ingu og nýja ráðuneytið hennar, það sem hún hefur farið af stað með dálitlum látum í formi yfirlýsinga sem margar eru ágætar. En hún ætla til þess að slátra bölvuðum einhverna kerfinu sem enginn skilur, sem bara hrósmenni fyrir það. Já, en þetta ekki bara eins og allt hjá þessari ríkisstjórn? Það kom með yfirlýsingar, geta það, en svo framkvæmdin bara engin eða einhver allt önnur. Ég held nefnilega Inga sé ekki búin að fá leyfi hjá ráðuneytinu, nýja ráðuneytinu sínu, til að boða allt það sem hún hefur verið að boða. Ég held að það sé alveg rétt. En nú ert þú svona eins og Cuba Gooding Jr. forðum, show me the money. Já, ég bara í ljósi reynslunar. Þá hef ég efasemdur að nokkuð að þessu gangi eftir sem hún búin að vera að boða hérna á fyrstu dögum sínum sem menntamálaráðherra. Ráðuneytið ekki búið að leyfa þetta, embættismennirnir hafa ekki gefið henni leyfi til þess að tala með þessum hætti og munu ekki styðja henni því að framkvæma þetta óttast ég. En spurningin hvað gera Samfylking og Viðreisn hvað þetta var. Þar munu þessi flokkar bakka Ingu upp ef henni skildi vera einhver alvara með þessum yfirlýsingum eða hugsaði sem svo að hann kannski bara allt í lagi að hún sé í ströggli með sín mál þarna í þessu menntamálaráðuneyti. Það auðvitað freistnivandi sem kemur upp að skilja hann eftir svona dálítið út á berangri. Því að það dregur auðvitað aftur svona dregur fókusinn af þeirra vandræðum sín á milli sko. Ég held að sko Kristrún og Þorgeir átti sig alveg á alvarleika málsins gagnvart því að þær séu jafn ósamstíga og svona raunheimar teknu upp þó að Instagram myndirnar síni linnulaus faðmlög. Og eru þannig í rauninni eins og nefndir vísbendingum að
Hvað sé ekki alveg. Já, ég held að það sé nú bara þannig. En það er eitt hérna sem við verum að hrósa og taka til okkur smá klappa baki líka. Það stefnir í að það klárist að afnema ólög mikil sem voru sett hérna. Ég man að þú skrifaði nú langa og góða grein um þetta fyrir mörgum árum síðan sem birtist á Vísi 2017 jafnlaunavottunina. Alveg skelfilega vont mál sem hefur kostað óðbóðslega peninga og verið algjörlega gagnslaust. Gagnslausara heldur en fjölmiðlanefnd. Já, einmitt eitt af þessum málum sem að eru bara metin og dæmd út frá yfirlýstum markmiðum en ekki raunverulegum áhrifum og frá umbúðunum ekki innihaldinu. Sannaðist nú aldeilis. Það þótti nú bara eitthvað undarlegt að vera að andmæla frumvarpi jöfn launavottunina. Á móti jöfnun launum kynjanna. Já. Þessi þvælurök sem svo oft komið með. En þetta, við lögðum fram þingsályktun þessa efnis 23 minnum að það hafi verið. Já. Diljá Mist kemur síðan með frumvarp 24 og ég held að við höfum nú verið meðflutningsmenn í einhver skipti að því en allavega stutta allan tíman. Og síðan í fyrirspurnatíma áðan þá upplýsir dómsmálaráðherra að nú verði þetta delluverk slegið af. Einmitt. Er þetta ekki, ég heyrði ekki samskiptin en sá bara frétt þetta, var þetta ekki nokkurn veginn svona? Jú, en samt ekki alveg slegið af. Sko. Nú þurfum við að sjá hver raunin verður, en það er að minnstakosti komið á þann stað að dómsmálaráðherrann er búin að viðurkenna að þetta virki nú ekki alveg og það þurfi að hverfa frá, hvernig var það orðað, því fyrirkomulagi sem að haft hefur verið á þessu. En við verðum bara að sjá, þetta er eins og með Ingu og menntamálin. Við vöktum þetta. Við þurfum að vakta þetta, við þurfum að sjá hversu mikið er að marka yfirlýsingarnar en engu að síður ástæða til að hrósa dómsmálaráðherranum fyrir að hafa lagt í það að gagnrýna þetta mál og hvernig það hefur virkað í raun. Mál sem að var mál númer 1, 2 og 3 hjá Viðreisn. Þetta er algjört frá aðtölu Viðreisnarmál. Já. Var þetta ekki eina málin sem þið raunverulega náði í gegn á því stutta í þeirri skamlífu ríkisstjórn? Jú, eina svona alveg málið. Já, ég held það. Þannig að þetta verður við þurfum eiginlega að setja upp svona einhvers slags skuldaklukku, loforðaklukku, Ingu Sæland og jafnlaunavottunar vakta. En sko ætli það sé þá ekki þannig að dómsmálaráðherra sjáu fyrir sér að afnema sko skylduna. Jú. Sem er algjör lágmarksaðgerð. Já, því að fyrirtækjum eru þetta sko í sjálfsvald sett að eyða peningum í vitleysu. Annað en sem við nú gerst en mér sko þykir verra þegar opinberar stofnanir eru að sólunda peningum, skattpeningum í raun í svona verkefni og hvað þá þegar fyrir liggur að lagasetningin er gagnslaus gagnvart þeim markmiðum sem hún átt að sinna. En samt þvingun gagnvart fyrirtækjum og stofnunum. Já. Og með alveg ótrúlegum hætti eins og rakið var í þessari grein sem að er kannski þessi verið að rifja upp núna þegar þetta er loksins eitthvað. Ég held að í ljósi þessara frétta þá ættur að deila greininni á samfélagsmiðlunum þínum því að hún er sko í baksýnisspeglinum. Já. Þá er hún eiginlega enn skemmtilegri aflestra. Ég las hana nú einhvern tíman þegar, ég man ekki hvort það var þegar við lögðum fram þingsályktunina eða þegar Diljá Mist lagði fram frumvarpið sitt. En þessi grein eldist vel. Og atburðarásin við að koma þessu máli í gegn var líka alveg. Já, þetta er, þú endur deilir þessu. Deilir þessu. Heyrðu, en síðan svona því við erum búin að ræða skatta svo mikið og þennan hliðarveruleika sem að stjórnvöld verið að spúa í. Þá rakki augun í frétt á Viðskiptablaðinu. Auðugir flýja Kaliforníu. Já. Þarna eru báðir Google bræðurnir búnir að flýja Kaliforníu og fleiri sömuleiðis. Og á hverju gerist þetta? Út af yfirvofandi sérstökum auðlegðarskatti í Kaliforníu. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta er að þetta
bara að svona ákvarðanir, rétt eins og ákvarðanir ríkisstjórnarinnar gjörbreytt veiðigjald eða gjörbreytta nálgun hafa orsakað að þau fyrirtæki sem hafa sinnt nýsköpun til að mynda hvað mest hér heima hafa þurft að fækka starfsfólki. Við sjáum áhrifin af bílasköttunum í desember strax komin fram. Maður er bara að biðla til þeirra sem að hafa svona áhrif innan Samfylkingar og Viðreisnar, þið verðið að taka tillit til afleitu áhrifana. Já, þannig að ég bara lítið til Noregs. Já, einmitt. Og menn fór í svona skattahækkanir sem að skilaði endanum ekki því sem að lagt var upp með. Það minnkaði tekjur ríkisins, umtalsvert. Þannig að þetta er bara, svona virkar þetta og fyrsti tíminn er bestur að átta sig á því og sérstaklega þegar efnahagsástandið er snúið eins og framöndan er. Þá verða menn að nálgast þetta með skynsamlegum hætti. Já, og alveg hagalegt að sjá hvernig Kalifornía eða stjórnvaldar er að skemma fyrir sér í þessu fylki sem að fyrir utan síðan bara drauma búsetu staður fólks allan heim og eða hefði verið sérstætt land þá hefði verið eitt og væri svo sem eitt stærsta efnahagsveldi heims en nú streyma fyrirtækin til Texas og annað og fólk flýr fylkið það fækkar íbúum. Þetta er alveg grátlegt. Ég var nú skiptinemi þarna í Los Angeles eða í úthverfi Los Angeles 93-94 og bara þannig að ég fylgist vel með því sem þarna er í gangi og þetta er alveg grátlegt með hvaða hætti Newsom og félagar og svo sem það er svo sem lengri ferill heldur en hans sem orsakar þetta en Kalifornía er á allt öðru stað heldur en hún var því miður. En þetta eru ákvarðanir sem eru teknar og auðvitað er þessar ákvarðanir teknar með opin augun eyðileggingin á San Francisco og fleiri borgum þetta er svo öfugir, svo rangir hvatar akkurat. Man leiða til þess sem að menn gátu gefið sér en að þeir tóku ekki ákvarðanir út frá innihaldinu heldur einhverjum umbúðum, einhverjum ímyndastjórnmálum þá verða mistökin, þá raungerast þau og skaðinn verður mikill. Heyrðu, nú er mál að komast dagskrá hvaða hverju, búvörulögin. Já, ég myndi fylgjast með hérna í við þurfum að fara á tækinu. Þau eru komið með þetta á heilan að vinna gegn hagsmunum bænda með einum öðrum hætti. Já. Það verðist vera. Og hefur Viðreisn ekki lengi verið með á heilanum ef maður reynir að vera sanngjarn. Jú, sennilega þau vilja, ég best að fara ekki út í það núna en það er bændur eiga að fá að vinni þar. Já, mér sýnist það. Og þetta er aftur spurning hvað verður ofan á áherslur Samfylkingarinnar sem hefur nú svo sem ekkert verið þekkt fyrir að vera bestu vinir bænda. Nei. Besta móti, allavega hérna áður fyrr, eða Viðreisnar. Það kemur í ljós meðal annars með þessu máli og afgreiðslu þess. Það er bara einn ræðumaður og síðan ráðherrann í málinu á undan. Í þessu tilviki skal ég fallast á að ljúka þætti. Áheyrundu, þarna sjáu þið, ég kom með fleiri verkfæri í verkfærakistuna hvað það varðar að láta teipið duga. Og nú er ég komið með dagskrá Alþingis með mér í lið. Já. Við skellum okkur í sal og stöndum vaktina og í vörninni. En það er nóg nefnilega verkefnum framundan sem að snúa bændum landsins. Ég meina það eru búvörusamningar verða framundan. Nú það eru þessar breytingar á búvörulögunum sem að atvinnuvegaráðherra er að mæla fyrir núna eftir nokkra mínútur. Og þetta er svo skrítið að svona í allir þessari umræðu sem var nú hlegið á okkur fyrir að standi á þar síðasta kjörtímabili fæðuöryggi og matvælaöryggi og þar fram til götunum. Nú átta sig allir á mikilvægi þessa, en samt skal reyna að koma regluverkinu þannig fyrir að það verði sem mest fluttingað úr versmiðjubúum einhvers staðar í Evrópu. Ótrúlegt alveg. En kæru áhörundur, takk fyrir að hlusta í dag. Við verðum hér aftur að viku liðinni og förum yfir mál sem þá eru búin að vera í gangi. Eigum að veðja á hvað verður stóra málið í næstu viku?
Ég held að valkostinni séu 2, samgönguáætlun. Já, ég held að kom ekki með hana í næstu viku. Nei, þá... Það er ekki tilbúin í það. Það eru að vandræðast með hvernig þú ég nálgast þetta núna eftir viðtökurna sem þetta fekk síðast. Það fekk rosalega grimmar viðtökur, sko. Og síðan náttúrulega þegar menn byrja með svona samráðsleysi eins og þarna er sýnt, sko. Þá er ekki við góð að búast og svo sjáum við þessa kæru háskólans í Reykjavík út af legu borgarlínunar þar svæðið. Þetta er einhvern veginn allt bara að atvikast einhvern veginn og hálfgett stjórnleysi virðist vera í þessum borgarlínumálum. Og það minnum á það, við þurfum að taka í næsta þætti smá borgarlínurispu. Já, það er tími til komin. Þetta er Það er ekki ráðnum í tíma sér tekið. Nei, og nú er menn sumstaðar aðeins að vakna. Já. Háskólinn í Reykjavík og Suðurlandsbraut. Já, fólk, fyrirtæki eigendur og fólk sem ekur Suðurlandsbrautina, það er vaknað. Já. Ég fæ alveg hvað eftir annað spurningar hvernig málið standi varðandi tilraunaverkefnið að loka einni akrein í hvor áttina með keilum, svo að menn átti sig á áhrifunum í raunheimum. Það verður auðvitað svæft í nefnd eins og við að búast en þetta enga síður, þetta er svo augljóst þegar menn huga þessu. Ég hitti nú bara mann í laugin í morgun sem að starfar við Suðurlandsbraut og hann sagði bara þetta mönnum bara óar við því sem framöndan er. Og svo er Háskólinn í Reykjavík fær þessa trakteringar og enginn talar við þá og svona áfram mætti telja. Þetta reyndum við nú að benda á fyrir allmörgum árum síðan en það er þó allavega gott að menn séu byrjað átt sig áður en að framkvæmdum er lokið. Já, en þegar ef þeim líkur einhvern tímann, þá fyrst verða menn ósáttir og spyrja hvernig gat þetta gerst. Já. Herru, við tökum góðan snung á þessu í næsta eða þannasta þætti. Kæru áhorfendur, takk fyrir að hlusta í dag. Heyrumst aftur af viku liðinni. Bless. Takk, bless.